Ágætu málþingsgestir, þá kynnum við hér til sögunar Steinunni Þorsteinsdóttur nema í iðjuþjálfun og hún stjórnarmaður CP félagsins. Einnig mun hér tala á eftir Íva Marín Adricem, nýútskrifað stúdent með reynslu af mismunandi skólakerfum. En Steinunn upptekin, hún að læra á Akureyri. Þannig að við ætlum að byrja hér að sýna myndband sem hún tók upp og senda okkur og síðan mun Íva taka við á eftir. Gjörðu svo vel, Steinunn. Steinunn heiti ég og er á 23. aldursári. Ég hef reynslu af 2 grunnskólum með frekar ólíka reynslu og ólík sjónarhorn. Í öðrum skólanum var frekar farið eftir því sem skólastjórnendur vildu að ég gerði eða vildu að ég gæti frekar heldur en það sem ég gat gert í raun og veru. Aðstofafólkið mitt var í vinnu fyrir mig en ekki öfugt. Ég var ekki í vinnu fyrir það í þessum skóla. Ég var í sérbekk en ekki í sérdeild. Þetta var meira svona skólinn sem ákvað það að ég gæti ekki, að þessi hópur gat ekki haldið í við bekkinn af einhverjum ástæðum. En það var svo sem ekki reynt mikið á það var meira svona geðþóttarákvörðun. Þetta hentaði ekki inn í bekkinn að mér skilst. Ég var meðal annars, það var margt gott við þessa skólavist því ég fekk að vera þáttakandi í flestum ferðum og það var í rauninni gert út á það að ég væri með. Hins vegar var til dæmis íþróttakennari sem ákvað það bara, hann kenndi ekki fötluðum og það fekk ég bara sitja og horfa á. Ef ég var heppin að fekk ég bolta og fekk að vera út í horni og það var bara því að hann sagðist ekki kenna fötluðum af því að hann hefði ekki lært það. Og þetta var bara árunum 2001 til 2005 það er ekki eins og sé langt síðan. En svo krafðist hann alltaf þess að ég færi í prófin, þannig að ég og aðstofafólkið mitt vorum ósammála því og sögðum að ef ég mætti ekki vera með í frjálsaleiknum sem barn þá þyrfti ég ekki að taka prófin, En svo skipti ég skóla og þá allt í einu átti ég að vera með í íþróttum. Og þá var ég í 5. bekk og ég hafði aldrei fengið að vera með í íþróttum. Ég vissi ekki hvað það var. Ég fekk alltaf bara að horfa á. Þannig að þá fór tími í það að læra það að vera með en ekki bara að horfa á. Það tók alveg sinn tíma en þarna var ég á mínum forsendum og það var rosalega gott að fá að prófa að vera á sínum forsendum en ekki forsendum annarra og vera ekki fyrir. Meðal annars fór ég í badminton við vegginn í staðinn fyrir badminton við fólk af því ég hélt ekki í við fólkið eða ég hljóp bara aðra hverja ferð í stað þess að þurfa að hlaupa hverja einustu svo ég væri ekki fyrst til að detta út. Hins vegar var aðstofafólkið mitt í þessum skóla ekki jafn gott og í hinum af því þarna var ég orðin verkefni en ekki einstaklingur. Og ég fór í frímínútur þegar að aðstofafólkinu mínu hentaði en ekki samferða bekknum mínum. Og ég fór á undan eða eftir, það fór bara eftir því hvenær aðstofamanneskja mín hentaði að fara út. Ef það var á undan þá kannski beið ég lengi eftir því að komast út. Þá var ég bara ein úti en að bíða eftir félagsskap en hins vegar svo komu líka alveg stundir þar sem ég gleymdist bara og þá fekk ég kannski bara verið í frímínútum í 10 mínútur og það var alveg flókið af því ég var rosa mikið með tvíburasystur minni sem er heilbrigð og hún var alltaf að reyna að hafa mig með úti en ekki skilja mig eftir inni en ég
gat ekki klætt mig sjálf í skó og hún hafði ekki kraftinn til þess að hjálpa mér. En ég hef aldrei upplifað mig eins fatlaða og í grunnskóla, jafn hefta og þar, vegna þess að það var allt einhvern veginn svo mikið vesen, ég var svo mikið fyrir, að því ég var öðruvísi, að því ég datt ekki inn í kassan, þá var allt svo miklu meira vesen. Ég var lesblind og þá, þú veist, fekk ég ekki að læra það sem hinir voru að læra og svo allt í einu var ég komin upp í 10. bekk og ég átti að fara í framhaldsskóla og þá sagði námsráðgjafinn bara við mig, já, þú ert ekkert að fara í framhaldsskóla, þarna voru hverfiskólarnir komnir inn aftur og hún sagði að ég fengi bara að komast inn í hverfiskóla sem að hentaði mér ekki að ég vildi ekki fara í bekkjakerfi. Ég stóð með sjálfri mér og sagði að ég fengi bara víst að fara í skólann sem ég vildi fara í vegna þess að ég var með 8,2 í meðalengun í 10. bekk, það var ekki svo verið léleg sko. Og í útskriftinni minni þá myndi námsráðgjafinn minn á að ég rétt fyrir útskrift þá myndi námsráðgjafinn mig á að ég myndi ekki komast inn í neitt nema hverfiskóla og þá var ég náttúrulega orðin svo pirruð á þessari umræðu að ég sagði bara það segir ekkert um mig, það segir bara allt um ykkur. Það hefur allt um ykkur að segja en ég sem einstaklingur er búin að vera hérna í 5 ár og ég á að vera tilbúin til þess að fara í hvaða skóla sem er. Og hún varð kjaftstopp og ég hef hitt hana eftir þetta og hún yrðir ekki einu sinni á mig. Ég fór í háskóla og bæði framhaldsskólinn og háskólinn voru eiginlega piece of cake miðað við grunnskóla. Af því þarna var ég komin á mínar forsendur, ég fekk að læra það sama og jafnaldrar mínir og ef ég þurfti aðstöðu við það þá var því bara reddað og það er bara, þú veist, og ef það þurfti að gera breytingar þá voru bara gerðar breytingar þannig að ég fengi að læra það sem ég vildi læra. Það sem sat í mér eftir grunnskólagönguna var það að það voru svo margar spurningar sem var ósvarað. Var ég lélegur námsmaður? Er ég ekki nógu góð til að vera þátttakandi í skólum, samfélaginu? Er ég ekki nægilega góð? Get ég lært yfir höfuð? Hvort ég myndi læra í framtíðinni? Það var í það minnsta upplifun mín sem barn. Mér langaði auðvitað að læra en grunnskólinn var alls ekki ýta undir það. En kannski er mögulega helsta ástæðan fyrir því að þetta var svona mikið vesen er að fötlunin mín er svo ósýnileg. Ég er svo mikið annaðhvort of lítið fötluð eða of mikið fötluð og það er alveg, ég þarf alltaf að sanna fyrir heiminum að ég sé fötluð og ég þurfi að gera breytingar á aðstæðum ef þær eru mér of erfiðar. Og það er helst svona það sem hefur truflað mig í gegnum tíðina. Það er kannski ekkert eitthvað skólakerfið per se en það hvað starfsfólk er illa undirbúið eða of mikið undirbúið í það að ég sé verkefni en ekki einstaklingur. Að það þurfa að gera breytingar á mér en ekki breytingar á kerfinu eða skólanum. Og ég velti fyrir mér ótrúlega mikið að hvað það er sem að þarf að breytast í kennarastéttinni og námskránni til þess að breyta viðhorfunum, ekki bara hjá starfsfólki, heldur líka hjá nemendum, þó að það er minna farið fyrir því hjá mér að kennararnir og starfsfólki var miklu meira vesen fyrir mér heldur en nokkuð tíman
jafnaldra mínir, þeir sáu mig bara eins og jafnaldra, sko. En ég velti því samt ótrúlega oft fyrir mér núna, 23 ára gömul, að ef ég hefði haldið áfram í skóla og farið í framhaldsskóla og háskóla og haldið áfram á þeirri braut sem ég var í grunnskóla og ekki gert breytingar, þá væri ég örugglega bara niðurbrotnasti einstaklingur sem fyrirfinnst á jörðinni og það finnst mér svo sorglegt af því að grunnskólinn er það sem á að byrja að byggja okkur upp en ekki það sem á að brjóta okkur niður. Ég á ekki þurfa að vera 16-17 ára gömul og byrja á núlli. Og það er rosalega það sem situr í mér, af því ég veit alveg að þetta er ennþá svona. Og það er 2017 og það er það sem okkur vantar að gera breytingar á. Og ég vona innilega að það þurfi ekki mjög margir í viðbót að upplifa þessa veggi frá starfsfólki skólan sem á að vera undirbúið í að gera breytingar á umhverfinu en ekki þér sem einstaklingi og þú verður einstaklingur en ekki verkefni.